Sæl og blessuð, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Þetta Pólitíkin 34. þáttur. Það styttist í forsetakosningar í Bandaríkjunum aðeins 2 vikur til stefnu en kosið verður þann 3. nóvember næstkomandi. Án efa erum við mörg sem bíðum spennt eftir því að sjá hvernig kosningarnar fara en aðrar kappræður forsetaframbjóðandana fara fram í kvöld. Utan kjörfundar atkvæði verða sennilega aldrei fleiri en einmitt í þessum forsetakosningum vegna COVID-19 sjálfsögðu og það spurning hvaða dilk það dregur á eftir sér. Samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum mælist Joe Biden forsetaframbjóðandi demókrata með tæplega 11% stiga forskot á Donald Trump, sitjandi Bandaríkjaforseta, og hefur aldrei haft meira forskot en einmitt nú. En ef forsetakosningarnar 2016 kenna okkur eitthvað, þá það að taka engu sem gefnu fyrir en öll atkvæði hafa verið talin. Við ætlum sem sagt að huga aðeins að forsetakosningunum og alþjóðamálum. Gestur minn að þessu sinni fjölfróður bandarísk stjórnmál og hefur fylgst grannt með forsetakosningum vestra, ekki bara þessum heldur öðrum árabil. Friðjón Friðjónsson, almannatengill, vertu velkomin. Takk fyrir. Það nú stundum snúið að lesa í bandarískar forsetakosningar því það þetta kjörmannakerfi eða kjörmannaskólinn svo kallaði sem ræður úrslitum, þannig að sá sem hlýtur flest atkvæði á landsvísu þarf til dæmis ekki endilega að vera sigurvegarinn eins og gerist bæði með Hillary Clinton og raunar Al Gore líka 2000. En ef við rýnum í fylgi frambjóðanda eftir einstökum ríkjum, hvaða mynd blasir þá við núna og hvar eiga Biden og Trump hvorum sig mestu sóknarfærin til að tryggja sér Hvíta húsið í nóvember? Já. Stór spurning. Sko, myndin mjög Biden í hag, samkvæmt könnunum og mun betri heldur en var til dæmis fyrir Hillary í 2016. Biden yfir í fleiri ríkjum og með meira fylgi samkvæmt könnunum. Bara dæmi má nefna sko af litlu ríki New Hampshire þar sem að Hillary vann með 0,3%, 3000 atkvæðum greiddum. Hillary var yfir í könnunum tæplega prósent í október. Biden núna 9% yfir í könnunum. Þannig að í því fylgi. Þannig að sko staðan góð fyrir Biden. Menn tala gjarnan sko hvort hann ætla að fara svo kallaða sólarbeltisleið eða riðbeltisleið, þar segja svona gömlu iðnaðarríkin eins og Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio sem að féllu öll með Trump mjög óvænt. Fyrir utan Ohio en Pennsylvania, Wisconsin og Michigan mjög óvænt fyrir 4 árum síðan og mjög naumlega. Trump vann þau ríki með tæplega 80.000 atkvæðum af það bil 14-15 milljónum greiddum. Þannig að sko, ég hef alltaf lýst því sem svo að þar þræddi hann 3 nálar með sama tvinnanum í sömu hreyfingunni. Og það verður ekki auðvelt að leika það eftir. Þannig að svona að mörguleyti blasir við að það auðveldara fyrir Biden að reyna að tryggja þessi hefðbundnu demókrataríki aftur því að þau hafa flest kosið demókrata undanfarin ár og áratugi og ná þeim aftur tilbaka og þá þarf ekki að spyrja leikslokum. En hann líka yfir í Florida, hann líka yfir í Arizona. En ekki með eins miklu forskoti og hann á möguleik í Georgíu, hann á möguleik í Norður-Karolínu, svona Suðurríkjum og síðast í gær en í morgun þá kom könnun sem að sýndi þá jafna í Texas. Og það saga til næsta bæjar. Þannig að ég held að demókratar hafa síðast unnið Texas 1976. Þannig að
en það svolítið blasir við að þessi leið að fara ná þessum svona hefðbundnu iðnaðarríkjum gömlu tilbaka, tryggjast þannig Hillary fekk 232 kjörmenn fyrir 4 mánuðum síðan, þannig að hann þarf að vinna 38 til þess að tryggja sér sigur. Pennsylvania 20, þannig að þú ert bara komið langleginn þarna. Þannig að en eins og ég segi, hann yfir í svo mörgum ríkjum og staðan svo þröng að bara ef að tökum þau ríki þar sem hann yfir núna, þá fær hann yfir 300 kjörmenn. Þannig að svo aftur þú talar Trump, hvaða leið hefur hann? Það helst að keppa þessi sömu ríki, að ég held þessi óvænti sigur hann hefur verið mikið að reyna að höfða til þar eru mjög margir það ekki rétt að segja ómenntaðir, en hvítir kjósendur sem ekki með háskólagráðu þar eru þeir mjög sterkir og mjög fjölmennir og mæta ekki alltaf allir á kjörstað. Leið Trump til þess að sigra væri að fá fleira stærra hlutfall af þeim til þess að vega upp á móti þeim atkvæðum sem hann hefur tapað. Hann hefur tapað nokkur fylgi hjá konum í úthverfum, borga sérstaklega og þannig að og svona þeirra meðal menntaðra hvítra sem að kusu hann áður. Þannig að og svo bætir ekki úr skák fyrir hann að hlutfallslega hefur hvítum ekki með háskólagráðu fækkað vel yfir 2%, tæplega 3%. Þannig að einhvers staðar þar á milli. Það náttúrulega synd að ég mun ekki nákvæmlega niður á 2 aukastafi en þeim hefur fækkað hlutfallslega, þannig að til framtíðar þá það mjög þá það hæpi fyrir republikana að ætla sér að stefna á þennan hóp sem einhvern kjörhóp. Þetta stór hópur, þetta 30% kjósenda einhvers staðar en hann fer minnkandi hlutfallslega. Við nefndum utankjörfundar atkvæðin áðan eða þessa póstkostningu sem hefur staðið núna yfir vikum og mánuðum saman. Það þó spurning, í einhverjum ríkjum þá í rauninni verulega hátt hlutverk, kannski meir en helmingu kjósenda nú þegar búin að greiða atkvæði og senda það frá sér. Hvað getum við, ef eitthvað lesið í þetta og það virðist vera að nákvæmlega þessi aðferð, nú þegar herrlögfræðinga farin að gera athugasemdir við þetta og það þegar komin dómsmál. Þetta fara að verða til þess að Trump neita viðurkenna ósigur ef að þetta fer til samræmis í skoðanakannanir og að þetta drægist á langinn eins og við sáum 2000? Þetta eru kristalkúlu spurning. 6 spurningar í einni. Núna eru 44 milljónir bandaríkjamanna búin að kjósa. Af þeim eru 32 sem eru búin að kjósa í póstkosningu og tæplega 12 í eigin persónu, svona utan kjörfundar atkvæðagreiðslu eins og við þekkjum. Í Texas þar eru 60% þeirra sem kusu fyrir 4 árum síðan búinir að kjósa núna. En það yfirgnæfandi meirihluti með þessari hefðbundnu utan kjörfundar atkvæðagreiðslu sem við þekkjum. Í ríkjum eins og Washington ríki, þar sem að Seattle í norðvesturinu, þar eru öll atkvæði greidd með póstkosningu og það eru nokkur önnur ríki þar sem öll atkvæði verða greidd með póstkosningu. Þannig að það svona stóri faktorinn sem að gerir mjög erfitt að segja til hvað muni gerast og hvenær úrslitin muni liggja fyrir og hvernig þetta muni allt að þróast. Ég held að Trump muni aldrei viðurkenna ósigur, bara, hann mun alltaf kenna einhverju öðrum og hann mun aldrei viðurkenna, það bara ekki hans karakter að viðurkenna að hann geti tapað. Hvað það síðan hefur í för með sér þarna frá 4. nóvember eða hvenær svo sem að úrslitin munu liggja fyrir fram til 20. janúar,
það engin leið að sjá fyrir það. Ef að þetta verður mjótt á mununum, þá verður þetta mjög erfitt. Ef að þetta verður stórsigur hjá Biden, þá verður miklu erfiðara fyrir Trump að halda í að þarna hafi eitthvað misjafnt átt sér stað. Ef hann tapar í Texas, tökum sem dæmi, sko, þá þetta algjörlega farið. Þar eru einmitt, sko, ef ég man rétt, 38 kjörmenn. Þannig að ef að hann vinnur ríkin sem að Hillary vinnur og Texas og ekkert annað, sem mjög, mjög ólíkleg þróun, að þá væri þetta komið. Já. Við munum samt, sko, sem að fara aðeins inn í, sko, kjördaginn og kosningakvöldi og kosninganóttina, að þá munum við sjá það svolítið á, sko, þessum ríkjum þegar þau koma inn upp úr milli 12 og 1 þessi sem sagt Austurstrandaríki, þá munum við sjá það svona nokkurn veginn ef að áður nefnt New Hampshire, ef að Biden vinnur það með miklu mun, þá mjög margt í New Hampshire sem líkist, sko, miðvesturíkjunum og hvernig þau kjósa, sérstaklega þessi Pennsylvania og Michigan, Wisconsin ríki. Svona forspárgildi í því að maður getur svona hafa augun á því. Og við munum sjá, sko, við munum sjá New Hampshire, þeirra kjörstaðir loka klukkan 1 að íslensku tíma að nóttu. Hálftíma síðar eða svo munum við fá svona fyrstu útgönguspár og sjónvarpsstöðvarnar eru búnar að vera að tala við fólk sem að kýs með póstkosningu líka, þannig að þeir munu spá fyrir byggt bæði á útgönguspám á kjördag og með póstkosningu. Þannig að það alveg möguleiki að við munum sjá, sko, skýra niðurstöðu, ekkert allt og seint, og ef að hún fellur þá með Biden. En síðan, þú veist, þetta kristalkúla og það getur verið, sko, það svona faktorar sem að geta verið inn í þessu sem eru svona hvernig þáttakan hjá ákveðnum hópum sem ekki vanir að kjósa. Ég held hins vegar að þetta muni, tilfinning mín þegar maður að lesa, sko, fjölmiðla og ekki bara þessa Austurstrandar fjölmiðla og ABC og CBS og það allt saman, heldur líka þegar maður fer inn í og les, sko, Houston Chronicle og Oklahoma og svo framvegis, að það ekki sami, sko, það þreyta á óreiðinni. Það þreyta á ástandinu, þess að kosningar snúast Trump, fyrst og fremst. Jú, það náðist efnahagsárangur fram að COVID, en hann var ekki hjá öllum. Atvinnuleysi var jú minna, en efnahagsárangurinn var ekki hjá öllum. Þetta leit í rauninu tíma út, ég meina, fyrirpart árs og að þú veist, þetta væri í rauninni óskup fátt. Jú, Trump óhefbundinn, hann óþolandi að sumra mati og allt það, en það var í sjálfu sér ekkert í þessu bandaríska þjóðlífi sem að sagði að þarna væri forseti sem ætti að endilega tapa. Ég meina, það leit bara út að hann væri að fara að tryggja sér annað kjörtímabil og þetta virðist vera í rauninni ástandi virðist vera að gefa það af sér að hann bara komin á allt annan stað. Hann setti allt á efnahaginn. En eins og hann hafi verið að spila rúllettu og sett allt á 0, sko, og enga aðra möguleika. Og síðan þegar hann féll út af COVID, að þá hefur hann, sko, því að staða hans var ótrúlega veik miðað við að atvinnuleysi var það lægsta sem hafði verið 50 ár. Efnahagurinn gekk vel og svona allir þessi ytri merki voru góð. Það var staða hans samt sem áður mjög veik í könnunum. Vegna þess að hann svo umdeildur, vegna þess að hann svo svona aggressífur og erfiður, þannig að hann mátti alls ekkert við því að fá COVID ástandið yfir sig
og ég held að sko þessi kosningar það snúast Trump og það snúast COVID, það snúast miklu meir það heldur nokkuð tíman hvort að buddan sé feitari eða ekki vegna þess að sko, það bara svo margir sem hafa dáið og það svo margir sem hafa farið illa út úr þessu það svo margir, sko ég var á fundi í síðustu viku þar sem að var farið yfir það að það voru 30.000 veitingastaðir búnir að hætta rekstri á þessu ári. Þeir búast við öðru eins fyrir árslok að lágmarki á síðustu 2-3 mánuðum ársins. Þannig að áhrifin, það ekkert búið að býta úr nálinni þar frekar en hér áhrifin á COVID. Þannig að maður heyri það að eins og frá flugfólki sem hefur til dæmis farið þarna núna að ég veit eins og í miðborg Boston þá þetta bara nánast orðið eins og draugaborg það er búið að loka verslunum, veitingastöðum og negla þessuna fyrir gluggana og þannig að þetta þetta sko mjög dökk mynd en ég mitt kannski bæði þess vegna að Bandaríkjaforsetar þú veist af kannski svona svolítið dýrari típunni hafa jafnan sko í svona ástandu oft bara eins og Roosevelt gerði og stíið einhvern veginn upp dregið upp einhverja sín sett eitthvað endamarkmið og fylgt fólki að baki sér núna ekkert neitt slíkt að ræða og manni kannski finnst það í sjálfu sér ekkert heldur mikið hjá Biden þetta eins og þú ert að segja þetta ofboðslega persónulega kosningar samt ertu einhvern veginn með stórveldi efnahagslegri yfirbörður og leiðandi í utanríkismálum allstaðar og allt þetta og skilaboðin eru bara Jói betri gæi en Donald sko. þetta svona og það ekkert meina það þannig að séð að mörguleyti ég meina sko ef ég væri að fara inn þessu kosningar demókratamegin, ég myndi alltaf láta það snúast Trump og hans persónu og hvernig hann kemur fram við fólk, alltaf vegna þess að hann ekki það er ekki auðvelt að láta sér líka vel við hann og hann hefur ekki sko, hann hefur enga samkennd þannig að þegar að sko fólk horfir á hann og það vill ég, eins og að sagt alltaf sko Bush yngri og Gore með hverju viltu frekar deila bjór með og Bush yngri þráttur en að væri á snúrunni þá sagði menn sko frekar viljum deila bjór með honum heldur en Gore vegna þess að Gore virkaði svona frekar stífur og ekkert sérstaklega skemmtilegur þú hefur engan áhuga að setjast niður með Donald Trump og drekka með honum bjór hann drekkur ekki aftur en verður ekki hann hinn en svo það líka sko bara hann ekkert viðkunnalegur það sem að Joe Biden má eiga það að hann mjög viðkunnalegur maður og Bandaríkjamenn leggja upp úr því að sko að svona forsetinn sé eitthvað sem þeir sjá sjálfan sig í Clinton með alla sína galla var maður sem að fólk sá sjálfan sig í Reagan líka að mörgu leyti Biden líka í þeirri óvenjulegu stöðu sko að svona gamli republikanar ekki McCain's Bush þarna klárlega baki þetta fólk að fara að styðja Biden í þessum kosningum það kom sko fyrrverandi formaður landsnefndar republikanaflokksins Michael Steele lýsti við stuðningi í þessari viku þetta bara eins og fyrrverandi formaður flokksins bara lýsa við stuðningi við höfuð andstæðingin það meiri háttar skref og það eru mjög margir republikanar sem að hafa stigið það skref 100 republikana í þjóðaröryggismálum eða sérfræðingar í þjóðaröryggismálum og víða allt samfélag sem að hafa stigið það skref að andmæla og tala gegn Donald Trump það og eins og forsvarsmenn The Lincoln Project sagðu þegar þeir voru að leggja af stað ef við fáum bara 1 af hverjum 25 til þess að sko að hætta við að styðja Trump og færa sig yfir á Biden þá tapar Trump þannig að það eru ég meina John Kasich fyrrverandi forsetaframbjóðandi eða ekki forseta sem keppti útnefninguna við Trump talaði á landsfundi demókrata
og lýsti við stuðningi. Þannig að sem aftur ástæðan fyrir því að Biden á alvöru séns í Ohio, hvaðan Kasich og var þar ríkisstjóri, hann á alvöru séns á því að vinna Ohio. Hann verið yfir þar í könnunum. Við vorum að skoða að það kom frétt núna í vikunni á CNN sem að segir að öldungadelta þingmenn republikana að draga sér tilbaka, þeir að fjarlægjast hann, sem gefur svona til kynna að það kunni að vera tap þarna í kortunum og sömuleiðis væri flokksmaskína republikana og bara republikana almennt farin að huga því hvers konar flokkur þetta verður eftir Trump sem að í rauninni stærri spurning heldur það hvort hann vinnur eða tapar, vegna þess að augljóslega flokkurinn komin verulega af leið frá því sem að hann var áður og þá var það spurningin, heldur þetta trend samt áfram, verður þetta flokkur sem verður svona vettvangur einhverja svona, ég veit ekki hvað maður segja, svona einhverjar raunveruleika sjónvarpsstjarna og svo leiðis fólk sem að getur svona stokki þarna inn og kannski svona ákveðin lýðskrumsflokkur eða fer þetta meira aftur í áttina því sem var þeirra Bush og Reagan voru hétu eitthvað hægt að pæla í þessu? Ég meina, hvað finnst þér líklegt að yrði? Þetta mjög áhugaverð spurning. Eftir að Romney tapaði 2012 þá unnu þeir mikla skýrslu það hver framtíð republikanaflokksins væri og þar ákváðu þeir að verða að lýðfræðileg þróun, sáu þeir að lýðfræðileg þróun í Bandaríkjunum með þeim hætti að ef þeir allir ekki bara daga uppi, hreinlega daga uppi, að þá þurfi þeir að verða opnari gagnvart minnihlutahópum, sérstaklega spænskumælandi og reyna að vinna sigra inn til svarta samfélagsins. Sem að kýs demokrata tæplega 80-90%. En eru samt mjög margir, mjög íhaldsamir í þessum siðferðismálum hvar sem að republikanar sérstaklega í seinni tíð standa miklu meira fyrir heldur en frelsi í viðskiptum. Og sem dæmi má nefna að þegar að atkvæðagreiðslan var giftingar samkynhneigðra í Kaliforníu, þá voru það íhaldsmenn en þeir fóru inn í svörtu kirkjurnar og fengu stuðning þar gegn þessum lögum og náðu að banna tímabundið, sem Hæstiréttur Kaliforníu felldi þá gildi, en náðu tímabundið að banna giftingar samkynhneigðra. Þar bundu samtökum, íhaldsamir mormónar og svörtu kirkjurnar. Þannig að þetta er ekki nefnilega alltaf klift og skorið, þarna geta minnihlutahópar í rauninni snúist hvor gegn öðrum. Já, ég meina og svona gegn kaþólskir spænskumælandi kjósendur ekkert sérstaklega frjálslyndir í því að kemur að fóstureyðingum, réttindum, samkynhneigðra aftur og svo framvegis. Þannig að þetta var niðurstaðan sem þeir komist að 2013, að þeir þyrftu að taka upp nýja stefnu í innflytjendamálum, taka nýja stefnu í málefnum minnihlutahópa og voru að vinna í þá átt. Svo komu bara kosningarna 2016, Trump vinnur og þeir taka algera uppbeygju í öllum þessum málum og stefna bara harðkjarna á móti innflytjendum, eru bara flokkur þeirra hvítu. Hvítir eru 70% kjósenda, en þróunin svakalega í republikunum í óhag, því þetta er ekki bara þetta er ekki bara hvítir versus spænskumælandi og litaðir, heldur þetta líka það að republikanar ná fylgi í hinum dreifðari byggðum, en missa það síðan þegar en hafa miklu minna fylgi meðal hvítra kjósenda í borgum og núna og það er það sem að Trump að lendi í vandræðum með, hann lendi í vandræðum með hvíta kjósendur í úthverfum og menntaða hvíta kjósendur í úthverfum. Þróunin í Bandaríkjunum og allstaðar í hinum vestræna heimi sú að fólk og hefur verið í þúsundir ára
að fólk að flytjast úr dreifðum byggðum í fjölmennið, í þéttbýlið. Það hefur verið að gerast hér síðustu 100 árin og rúmlega það hefur verið að gerast í Bandaríkjunum, þannig að flokkur sem að ætla sér að vera dreifbýlisflokkur og vinna helst með kjósendum sem að sko fækkandi, hann dæmdur til þess að verða að úrreldast á einhverjum árum eða áratugum. Og þegar þú ert búin að skilgreina þig svona hart í það að vera bara með dreifbýlinu og þetta er ekki sko, þannig ekki að tala gegn dreifbýlinu, alls ekki. Þetta er bara ef þú ert skilgreinið, ef þú ert stjórnmálaflokkur sem skilgreinið sem dreifbýlisflokkur og ert bara að vinna með þau sjónarmið, að þá og svo bara gerist það að fólk alltaf að flytjast meira og meira í borgir og þéttbýli og á bæi og þá minnkar alltaf kjósendahópurinn. Þannig að í ofanálag kemur síðan að þessar yngri kynslóðir, þúsaldar kynslóðin er mjög frjálslynd eins og Bandaríkjamenn kalla það, og ég ætla ekki að segja vinstri sinnu sko, og tala nú ekki síðan sko, næsta kynslóð eftir sem er núna rétt nýkomin inn á kjósendamarkaðin, þessi seta kynslóðin, sem hver elstu af þeim sem að þeirri kynslóður svona 25 ára. Sá hópur hafnar þessum svona íhaldsgildum, hann miklu fjölbreyttari, hann hafnar sko, hann hefur engan áhuga þessu svona 1950 eða svona 7. áratugs svona I Love Lucy lífstíl einhverjum eða the picket fence eins og já, the picket fence og svona meira svona Beaver family, Leave It to Beaver sko. Að hefur engan áhuga þeim lífstíl. Þetta sko 2 bílar í heimreiðinni og girðing utan garðinn, það ekki þeirra lífstíl. Heldur eitthvað allt annað og við höfum bara séð það í umræðinu hér líka. Ekkert áhersla á það endilega vera ríkastur, mestur og bestur, heldur bara lífsgæði, lífsviðhorf, skipta fólk meira máli. Upplifun meira en eignir og svo framvegis. Og ef þú ert bæði að vinna með það að vera sko í dreifbýli og síðan svona gamaldags viðhorf sem að nýjir kjósendahópar hafna, ég meina, hvar endar þá? Og þetta á ekki bara við repúblikanaflokkin, heldur að átta við stjórnmálaflokka allstaðar í heiminum. Akkurat. Ef að þú tekur ekki inn gildi nýrra kynslóða og tekur þátt í því og horfir til þeirra við að mótun stefnu og fá fólk í framboð og svo framvegis, ég meina, þá lendur þú bara í stórkostlegum vandræðum. Já, þetta er nefnilega, mér finnst þetta reglulega áhugaverður punktur, að því ég var með þetta velta þess aðeins fyrir mig, sko, auðvitað var það mjög sjokkrandi að sjá það gerast 2016, við vorum aðeins að ræða fyrir viðtali að maður sem í rauninni var búinn að brjóta allar skrifar og óskrifa reglur í bandarískum forsetakosningum skipti allt í einu engu máli. Jafnvel þó sem hann hefði sagt viðstíkulega hluti konur, minnihlutahópa og gert alls konar hluti sem hefði gert út af við hvern annan forsetaframbjóðanda, hann með enga stjórnmálareynslu, hann lappar inn í sjálft forsetaembættið og fyrri kríteríur eigi ekki lengur við. En þetta í rauninni samt ekkert í fyrsta sinn. Ég meina við höfum séð ríkisstjóra eins og glímukappan Jesse Ventura í Minnesota og Arnold Schwarzenegger kemur sem Hollywood stjarnavörður, ríkisstjóri í Kaliforníu sem náttúrulega bara 5. stærsta efnahagskerfi heims, bara það ríki. Og svo erum við þetta líka eins og þú ert að segja, við erum að sjá þetta í allt annari myndi, nú ekki segja þetta fólk sé af sama meiði öðru nær, en þetta kannski sama trend, Macron í Frakklandi algjörlega utan við hefðbundna flokkakerfi. Það svona besti flokkurinn í Reykjavík sko. Já og sko ef þú ferð hinum megin á vænginn, Alexandria Ocasio-Cortez kemur inn eins og stormsveipur, veltir sko þingmanni sem hafði verið í áratugi og með mikil völd sem að skipta miklu máli sko, til þess að svona færa heim í hérað og hún bara sko brýtur borgina sko. En þetta eitthvað, það var þáttur á RÚV í vikunni
Trump-sýningin, fyrsti af 3, mjög góð þættir mæli með þeim, en það sem var að vera að greina, Trump hefur engan áhuga á því að greina gögn, hann hefur enga áhrif á hefðbundinni stjórnsýslu eða neitt, hann er bara sjóbiskall og hann hefur mjög næma tilfinningu, þetta voru ráðgjafar hans margir sem voru að tala þarna, bæði sem eru enn með honum og á móti líka, hafa snúist gegn honum, að þetta fólk var að segja, sko, hann hefur mjög næma tilfinningu fyrir stemmingunni í þjóðfélaginu og kann að setja á svið sýningar og það er þessi tilfinning sem að maður hefur að stjórnmál og samfélagsmiðlaöld eru orðin svolítið samofin skemmtana iðnaði, það er eitt þráðurinn og svo hitt sem við getum kallað einhvern veginn hefðbundin stjórnmál og ég veit langur inngangu, við erum kannski farin að tala meira saman en þetta sé viðtal en sko maður er að velta því fyrir sér, þessu líkur ekkert með Trump, ég menn þetta er bara eitthvað sem að maður sér ekki alveg fyrir sér að sé fara að ljúka í bráð að fólk vilji bæði láta höfði tilfinning að skemmta sér og leið sér eitthvað stefnumál sem það krækis í. Nei og sko já, þetta er mér langar eiginlega til þess að fara í tvær áttir með þetta svar, ég þarf að reyna að muna þegar ég er búin að fara í aðra áttir að koma aftur í hinn og klára, en sko andstjórnmálamenn eða svona sko stjórnmálamenn sem ekki hefðbundin stjórnmálamenn, hvort sem það heita einmitt Macron eða Boris eða Trump eða Bernie Sanders eða Corbyn, fólk sem sko svona, þó að Corbyn hafi verið óbúslega lengi á þingi og Boris hafi verið lengi í stjórnmálum sem dæmi, þá er eftirspurn eftir einhverju nýju, þetta venjulega stjórnmálaþvaður sem að sko það sem að stjórnmálamenn geta aldrei sagt neitt af alvöru eða ekki tala skýrt, heldur eru þeir alltaf að tala eins og þeir séu að lesa út úr einhverjum skýrslum sem að embættismenn hafi skrifað fyrir þá. Það er engin stemming fyrir því, það er engin eftirspurn eftir því. Fólk vill fá eitthvað sko eins og segir, já, skemmtanagildi og einhverja svona eitthvað sem að hristir upp í dæminu, en síðan sko það sem gerist gjarnan er að pendullin þá sveiflast alveg í hináttina og mér finnst alltaf það var ágætt dæmi sko hvernig kjósendur velja andstöðuna þegar að fyrir mörgum árum síðan og sýnir bara hversu ógeðslega gamall ég er að þegar Felipe González var forsætisráðherra á Spáni og hann var svona sjarmerandi og áhugaverður karakter og litríkur og það var alltaf eitthvað svona fjör í kringum hann og læti og svona, það var einhver spillingavottur líka og eitthvað svoleiðis sko. Og þegar að hann var kláraði sig og hrökklaðist á völdum, hvern velja Spánverja þá? Þeir völdu José María Aznar sem var skattheimtumaður, sem að svona lítill kall með stórt yfirskegg og eins óspennandi og leiðilegu stjórnmálamaður eins og þú getur ímyndað. Það er eins og að velja það er eins og að velja skopmyndin af bókasafnsfræðing, skilur, og þá hallar ekkert á bókasafnsfræðing, heldur skopmyndin af bókasafnsfræðing, eitthvað svona sem að tala bara í hálfum hljóðum, svona þú veist. Þannig að sko pendullin getur sveiflast í hináttina, en það sem er síðan, svo ég fari aftur í hináttina sem ég ætlaði að fara, það sem er áhugavert við 2016, og það er mjög ágætt grein sem að ég las núna fyrir nokkur dögum síðan, það var að fjalla Mark Burnett, sem mannin sem bjó til Survivor þættina og Apprentice þættina. Hann hefur ekki átt hitt síðan 2016. Hann er búinn að missa touchið og fyrir því hvað Bandaríkjamenn vilja og hver stemmingin í þjóðfélaginu er. Hann er búinn að koma út með held í 4 eða 5 sjónvarpsþætti sem allir hafa floppað. Og hann var mjög náinn Trump og hann bjó til Apprentice þættina og þeir eru miklu vinir og hann er mjög kristilegur þessi ágæti maður, Mark Burnett, og sem að reyndar þú veist, þessir ágæti sjónvarpsþættir eins og Survivor, það er ekkert mikið kristilegt í þeim, en ekki mjög kristileg stemming, en hann er og það sem að vera að leiða því líkum að menn missa touchið, og það er ekkert víst að Trump sé ennþá með touchið og sérstaklega ekki þegar hann búinn að vera í Hvíta húsinu í 4 ár og er bara með jámenn í kringum sig
og er og er ekki neinum samskiptum við neina nema bara svona þessa algjöru búblu. Hann er alltaf verið í einhvers konar búblu, verandi sko ríkur á Manhattan og Mar-a-Lago. Lokaður inn í Trump-turni og tengslu við fólk. En hann samt sem áður sko fór út á meðal fólks þá. Núna, hann hefur ekki gert það í 4 ár. Hann hefur ekki, þannig að sko þannig að ég er ekkert viss að hann sé með touchið. Menn missa touchið yfir tíma. Það er sko ég veit ekki hvað hefur við séð marga sko tónlistarsnillinga semja einhver brjáluð lög og eiga sko rosalega marga hittara í gegnum sko á stuttum tíma og svo bara missa þeir touchið. Þú kemur inn á mjög góðan punkt aftur sko, því að ég ætlaði einmitt að spyrja þig, þetta er náttúrulega eitthvað sem maður þarf auðvitað helst að spyrja sálgreini, en ég er alveg sammála þessu, ég er næst búin að fylgjast með honum svona undanfæri háttalagi og öðru. Ég held að innst inni að þá langi hann kannski ekki heldur í annað kjörtímabil. Þetta þarf hann að taka hann að slag og allt það, en mér finnst eins og svona, hvað sem er sletta dræfið, það er bara ekki það sama á 2016 og maður velti því fyrir sér líka bara hvort að svona embætti hendi svona persónu þegar skrautsýningin er frá sko. Ég meina hann hefur engan sko, það liggur alveg fyrir að hann hefur engan áhuga á svona upplýsinga miðlun eins og þegar hann fær sko það sem kallar intelligence briefings sem er svona hvað er að gerast í öryggismálum Bandaríkjanna. Hann vil bara sjá myndir og hann hefur engan áhuga að lesa og tilinka sér texta. Og þannig að sko, já, að sömuleitin, ég held að þetta sé samt líka svolítið óskikja að halda hann sé svona ekki með dræfið. Ég held að sko að dræfið sé alltaf langsterkast er egóið hjá honum og að halda sko áfram og láta ekki á sjá að hann hafi sé ekki sko sé ekki lúser. Ég held, mér finnst sko einmitt þegar maður horfir á hann og hlustar á hann, það er stórkostleg minnimáttakend í bland við einhvers konar svona narsasíska sjálfselsku og algjört mikilmennsku brjálæði. Ef maður ætlaði að sko að svona einhvern veginn að reyna að skilgreina þennan karakter og hann getur ekki hætt, hann getur ekki tapað. Það sem ég vil að mestar áhyggjur af svona ef hann tapar, sleppir hann hendin af republikanaflokknum, sleppir hann hendin af því að hann hefur ofboðsleg völd í grasrótinni í republikanaflokknum. Hann getur sko búið til frambjóðendur og drepið á sko með einu tvíti fram og tilbaka. Þannig að mun hann sleppa hendin og ef hann tapar, það er ekkert sem kemur rauk fyrir að nema bara aldurinn og heilsan fyrir því að hann bara bjóði sig fram aftur. Ákveði það bara, ég ætla bara að fara 2024 þó ég verið 78 ára, það er jafngamall bætinni núna, ég ætla bara að fara í það, ég ætla að sýna ykkur að ég geti þetta. Þannig að það er það sem ég óttast, það er það sem ég óttast mest, því að sko, og fyrir mig sem hægri mann, þá er þetta hræðilegt, því að það sem hann er að gera á ekkert og hvernig hann stjórnar á ekkert skylt við hægramennsku. Þannig að en vegna þess að hann er í hægri flokknum þarna í Bandaríkjunum, þá eru fullt af fólki sem heldur, já, svona er hægri mennska. Þetta er hægri stefna. En það sem hann gerir, ég meina, hann hefur aukið niðurgreiðslur ríkisins, hann hefur aukið fjárlagahallann, hann er á móti viðskiptafrelsi, hann hefur aukið tollamúra. Ekkert af því sem hann gerir á skylt við það sem að við köllum venjulega, ég og þú, hægrimennsku. Ég meina, hann er á móti, hann styður ekki einstaklingsfrelsi og ekki frelsi í siðferðismálu og er að hlaða inn í Hæstarétt fólki sem er sko þóknari. Og reisa landamæra múra er ekki hægri sinnað? Nei, guð minn góður. Ég meina sko Bandaríkin, ég meina ef þú lest sko hvernig Reagan talaði innflytjendur. Ég meina hann var sko hann rýmkaði reglunar. Hann vildi fá fleiri innflytjendur vegna þess að þeir eru drifkraftur. Innflytjendur eru drifkraftur í efnahagslífi þjóðar. Og það er stórkostlegt til dæmis eins og fyrir okkur sem við erum að tala um bara þetta heiðalega,
að við erum komið með 50.000 mannsinga inn til landsins sem að sko bara efnahagsáhrif sem að koma af þessu auðgund mannlífsins og svo framvegis. Alveg saman. Þannig að þetta, og þess vegna finnst mér svo erfitt að skilja þegar maður heyrir í mönnum sem að eru sko, maður veit að eru frjálslyndir og frjálshyggjumenn en eru samt sem að tala það að Trump sé einhver sé góður frambjóðandi eða sé góður forseti, sé gott fyrir sko hægri stefnuna, hann það versta sem að hefur komið fyrir hægri stefnu í heiminum í áratugi. Alversta. Hjartanlega sammála. Það svona fyrir að líða að lokum hjá okkur, það eru kannski 2 spurningar eftir. Önnur þessi að við sáum það 2016 á þessum tímapunkti þá kemur upp tölvupóstamálið hjá Hillary, FBI hefur rannsókn á því máli, þar og undan að vísu hafði komið upptaka á Trump þar sem hann sagði miður fallega hlutum konur, ætla ekki að hafa það eftir sem að maður hélt nú tíma myndi kláran allan að mista kosti gagnvart kvenkjósendum. Eitthvað núna, það eru einhver svona mál í gangi, sonur Bidens í einhverjum vafasömmum viðskiptum í Úkraínu, Giuliani, lögmaður Trumps var náðist þarna einhverju vafasömmum stellingu, einhverju boratmynd og svo þetta að skattamál Trumps og eitthvað svona. Ég held að við séum öll svolítið að bíða eftir, springur einhver sprengja núna á lokametrunum sem breytir einhverju. Sérðu eitthvað í stöðinni? Nei, sko, það hefur svo margt komið fram. Ég meina, sko, ef þú horfið bara á sko, ágúst, í október mánuð, þá sko, skattamál Trump. Þau bara mánuðurinn byrjaði þar. Svo fekk hann COVID. Svo núna búið að komast upp að hann væri, ætti reikninga í Kína og hefur borgað umtalsvert meiri skatt í Kína heldur en í Bandaríkjunum. Og svo reyna menn með koma með einhverja ótrúlega furðusögu Hunter og Hunter Biden og tölvuna hans sem að sú saga hvernig sú talva átt að hafa fundið hún er verri heldur en legasaga þegar að einhver þegar maður var staðinn að einhverju misjöfnu þegar maður var svona 7-8 ára og var gripinn glóðvolgur við einhvern anskotann þá var já þetta það bara það datt þarna og hoppaði svona og svo bara þess vegna ég bara allir blautur þannig að þetta svona furðusögur og þú veist það ekkert sem að hangir og það málið. Eina sem að gæti gerst sem að ég get ímyndið maður gæti gerst núna bara hreinlega að í kappræðunum í kvöld þá detti Biden bara hreinlega á andlitið eða verði fyrir fái heilablóðfall í beinni útsendingu eða eitthvað svona. Það þarf eitthvað svoleiðis. Það þarf eitthvað svoleiðis. Það ekkert eitthvað allt sem að verður sagt núna á næstu 2 vikum verður líka bara að skoða því að þetta plantað frá Rússum eða Kínverjum eða Írönum eða hverjum sem á hvorn veginn sem þannig að það allir uppteknir því hvert verður October surprise þannig að það allir á varðbergi og það búið að reyna að henda svo miklum skít á Biden og það búið að koma upp svo mikinn skít hjá Trump að það allir orðnir ónæmir og ég held að þessi það verði ekkert sem að gerist þetta náttúrulega famous last words þetta svona eins og þetta svona eins og hersöðingi sem stóð upp á hæðinni og sagði haha, byssuð þeirra ná aldrei hing og svo voru þau orðið ekki fleiri þannig að maður á að varast það sem maður segir en það mjög erfitt að sjá að það verði eitthvað stórkostlegt sem að gerist nema bara, eins og það gerist í beinni útsendingu fyrir framan alþjóð. Þannig að þú í rauninni veðjar aðleigunni ef við förum aftur í rúlettuna sem að Trump spilaði á Biden að þessu sinni. Já, ég er ekki mikill veðmálamaður en ég myndi segja að þessu yfirgnæfandi líkur á því eins og staðan
að Biden vinni, en svo alltaf þetta ágæta það getur auðvitað eitthvað gerst en það verður hreinlega að gerast næstum því í beinni útsendingu til þess að það hafi áhrif, því að það búið að sletta svo miklu og það búið að velta upp svo mörgum steinum að það allt saman hvort þið morandi í möðkum og fólki kippir sér ekki upp við það. Orðið ýmsu vant. Bara í blá-lokin, ég nefnilega fór á svo mikið flug, þú varst að lýsa kosninganóttina, því ég nefnilega tek mig frí stundum frá daginn eftir til að geta horta á þetta alla nóttina. Það bara mitt Super Bowl eða hvað fólk gerir í því, sko. Hvernig nóttin hjá þér? Setur þú alveg við bara eins lengi og augun halda stopin? Ég mun gera það núna. Já. Ég gerði það ekki fyrir 4 árum. Ég átti að halda fyrirlestur úrslit kosningana klukkan 8:30 eða 8 á morgunverðarfundi daginn eftir. Já. Þannig ég ákvað bara að vera skynsamur. Ég segi, já, þetta lítur nú út fyrir að vera bara Hillary sigur, en það var svona eitthvað vöflur komnar á, menn samt strax eftir miðnætti. En þannig ég fór bara svona tiltölulega snemma að sofa og en ákvað að vakna vel fyrir fundin, ákvað að vakna klukkan 5 morgunin og þá bara vaknaði ég við þessa frétti, þannig ég þurfti að taka kynninguna sem ég var búin að undirbúa og ég hendi henni allri bara snúinni við alveg. Já, og ég skrifaði hvað skrifaði HIFG og eina klæru og það stóð fyrir hvað í fjandanum gerðist og svo fór ég bara á fundin og talaði það en núna ég ekki með nein plön daginn eftir og ég vaki eins lengi og maður telur þurfa að því gefni að úrslitin ráðast á fyrsta sólarhringnum þannig að nokkurn veginn. Þetta verður spennandi og virkilega gaman að fá þig, Friðjón Friðjónsson. Takk hérlega fyrir komuna í Pólitíkina. Takk.